Ég tek undir gagnrýni eins þekktasta hagfræðings heims, Bretans John Case, sem skrifaði grein í Financial Times í febrúar 2010. Þar sagði Case að reglur Evrópusambandsins innstæðutryggingar fjármálakerfisins hefði fallið á fyrsta prófinu. Með því að hafna samkomulaginu við Breta og Hollendinga séu Íslendingar að senda táknræn skilaboð heimsbyggðina alla. Að ekki verði við það unnað að almenningur sé látinn taka á sig byrðar á óreiðuskuldum fjármálakerfisins. Réttlæting fyrir ruddaskap breska stjórnvalda í garð Íslendinga hinn sama og ruddan nota ávallt. Við gerum það að því við getum það. Þjóðaratkvæðagreiðslan gefur almenningi tækifæri til að hafna því að við skulum bera fjárhagslega ábyrgð á mistökum banka og bankamanna. Hann lauk svo grein sinni á því að segja bresk stjórnvöld við ættum að skammast okkar. Sami tónn kemur ávallt frá öllum ritstjórum bresku blaðanna. Þeir taka undir málstað Íslendinga. Dr. Elvira Mendes Pinote við Háskóla Íslands talar réttilega að without social justice there is no future for Europe. Rithöfundur Einar Már spyr sömu spurningar og 90% þjóðarinnar og fólk í alheiminum almennt. Af hverju á almenningur að axla ábyrgð fjármálakreppu auðstéttarinnar? Bara að því að auðstéttin geti haldið áfram eins og ekkert hafi í skorist. Að greiða úr skuldum sem við stofnuðum ekki til, búin að játa okkur glæpinn sem við frömdum ekki. Jafnamenn á Íslandi vilja að við borgum þessa steypu. Sú greiðsla á að vera inngönga inn í Evrópubandalagið. Evrópubandalagið og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafa tekið að sér að vera handrukkara fyrir Breta og Hollendinga. Það hlutverk kunna þeir vel. Að beita kúgunum og þvingunum fyrir fjármagnseigendur gegn illastöddum þjóðum í neyð. Síðan matsfyrirtæki eins og Moody's fengið í lið með þeim til að setja þá pressu að við borgum glórulausar skuldir og við erum sett í ruslflokk. Þetta sama fyrirtæki gaf bönkunum AA einkunn. Ekki boðleg vinnubrögð. Hér gildir því hið fornkveðna að gróðinn skal einkavæddur en tapið þjóðnýtt. Ótrúlegu fjöldi landsmanna er orðinn svo þreyttur og leiður á þessu ömurlega máli að þeir eru tilbúnir að samþykkja Icesave 3 til að sleppa við frekar Icesave umræðu og leiðindi. Speki Svavar Gestssonar, ég nenni ekki að standa í þessu lengur, hefur þannig smitast yfir á stóran hóp kjósenda. Það er illa komið fyrir þjóð og ráðamönnum sem ekki nenna að verja hagsmuni þjóðarinnar. Sérstaklega þegar lögfræðileg, hagfræðileg og heimspekileg rök eru öll okkar megin í málinu. Þessum pólitíska hráskinnarleik ríkisstjórnarinnar aðgangsmiða inn í EB verður að ljúka með nei.